Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, starfsmenn fundarins og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 212 og segi fund hér með settan. Fundurinn er haldinn í Hjálmakletti og er bæði tekin upp í hljóði og mynd. Það er bæði hægt að horfa á streymi og upptöku af fundinum að honum loknum og er upptaka fundar í samstarfi við Kvikmyndafélag Borgarfjarðar. En til fundarins eru mættir aðalmenn Guðveig Eyglóadóttir, Davíð Sigurðsson, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Finnbogi Leifsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Guðmundur Freyr Kristbergsson, Magnús Smári Snorrason og svo sem hér talar Lilja Björg Ágústsdóttir sem stýrir fundi. Starfsmenn fundarins að þessu sinni eru Flosi Hrafn Sigurðsson sviðsstjóri og Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri. Forseti óskar eftir því upphafi fundar að fá að bæta inn 3 málum á dagskrá með afbrigðum. Það eru sumarlokun leikskóla Borgarbyggðar sem verður þá liður númer 12, Brákarbraut 25-27, greinargerð og kostnaðarmat sem yrði þá númer 13 og síðustu kosningar í nefndir og ráð 2021 og yrði sá liður númer 14. Ætla ég biðja þá fundarmenn sem eru þessu samþykki vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. En þá er okkur ekkert að vanbúnaði og göngum þá til dagskrár. Fundardagskrá að þessu sinni er í 29 liðum og er fyrsti liður á dagskrá skýrsla sveitarstjóra. En undir þeim lið ætlar Þórdís Sif sveitarstjóri að fara yfir allt að helsta á vettvangi sveitarfélagsins þessar mundir. Gjörðu svo vel, Þórdís. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Eins og Lilja kom inn á áðan þá er tilgangur skýrslu sveitarstjóra að greina frá þeim málefnum sem eru efst á baugi hverju sinni. Líkt á síðasta fundi eru húsnæðismálin enn ofarlega á blaði en þó með út frá örlítið breyttu sjónarhorni. Mikil eftirspurn hefur verið eftir húsnæði hjá sveitarfélaginu, íbúðalóðir sérstaklega vinsælar, bæði á Hvanneyri og Kleppjárnsreykjum og Varmalandi og í Borgarnesi. Áætlað er að fyrsta íbúðarhúsnæði til fjölmargra ára rísi á Varmalandi á árinu og það ánægjuefni. Mikil uppbygging hefur verið á Hvanneyri og eru aðeins 3 íbúðalóðir til úthlutunar á Hvanneyri eins og staðan er í dag. Einnig finnum við fyrir mikil eftirspurn eftir atvinnulóðum á Hvanneyri og í Borgarnesi og stendur yfir vinna við að undirbúa frekari lóðir til úthlutunar. Meðal annars þarf að skoða mögulegar breytingar á deiliskipulagi og gatnagerð. Skipulags- og byggingadeild vinnur nú að því að bæta við til úthlutunar þeim lóðum, bæði atvinnuhúsa og íbúðarhúsalóðum, sem gætu talist tilbúna til úthlutunar. Skipulags- og byggingasvið vinnur enn fremur að því að fylgja eftir áður úthlutuðum lóðum til byggingar íbúðarhúsnæðis. Lóðarhöfum verður send áskorun að hefja framkvæmdir á lóðunum innan tiltekins tíma og mega þeir sem hafa fengið lóðir og ekki hafa framkvæmdir eiga von á slíku bréfi. Það er ánægjuefni að segja frá því að Borgarskjól sem er dótturfélag Hoffells er að hefja byggingu lítils fjölbýlishús með 4 íbúðum að Brákarsundi 5 þar sem að flestar íbúðirnar eru ætlaðar til leigu í formi óhagnaðardrifins leiguhúsnæðis. Borgarskjól er að hefja undirbúning þessa húsnæðis. Við sjáum litla gröfu þarna á þessum stað núna þar sem verið að grafa fyrir lögnum. Það verður spennandi að fylgjast með þessu verkefni en við vonast jafnframt eftir því að bygging þeirra á annarri lóð hefjist þegar þessari byggingu lýkur. Fyrr í dag var tekin fyrsta skóflustungan að fyrsta áfanga nýs íbúðarhverfis í Bjargslandi og skrifað undir samning samstarf Borgarbyggðar, Steypustöðvarinnar, Borgarverks, Eiríks Ingólfssonar og Slatta sem Slatti er eignarhaldsfélag þessara aðila sem mun sjá framkvæmd verkefnisins. Þetta samstarf og þessi samstarfssamningur er uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Bjargslandi Borgarnesi og munu þessir aðilar sjá gatnagerð, gangstéttagerð og undirbúning lóða. Það er rétt að taka fram að samningur var undirritaður með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar og verður málið tekið fyrir á byggðarráðsfundi í næstu viku, eða samningurinn, og vonandi þá vísa til samþykkis sveitarstjórnar í næsta mánuði.
Markmið samningsins að auka framboð nýs og fjölbreytts húsnæðis í Borgarnesi og efla þannig og þróa byggð í Borgarnesi og borgarbyggð til hagsbóta fyrir sveitarfélagið, íbúa þess og atvinnulíf á svæðinu. Slatti mun sjá uppbyggingu svæðisins í heild, eins og ég sagði áðan, undirbúa lóðir og byggja fjölbreytt íbúðarhúsnæði. Það enn fremur mikilvægt að segja frá því að Slatti mun ekki aðeins sjá að byggja íbúðarhúsnæði á þessu svæði, heldur verður hluti af lóðum sem verða tilbúnar fyrir byggingu og seldar boðnar til úthlutunar á almennum markaði, en fyrirkomulag úthlutunar verður auglýst síðar. Áætlað að framkvæmdir við fyrsta hluta hefjist bara leið og öll leyfi eru komin og öllum líkindum ekki síðar en í apríl. Vinna hafin við deiliskipulag á öðrum áfanga þessa verkefnis en það má gera ráð fyrir að byggingar íbúðir verði 80 talsins á þessu svæði. Ég held að við getum öll verið sammála því að þessi samstarfssamningur sé virkilega ánægjulegt skref í þróun borgarbyggðar og ánægjulegt að sjá hann verða að veruleika. Framboð eftir húsnæði hefur verið mjög lítið og engan veginn í samræmi við eftirspurn og vonumst eftir að eftirspurnin verið mikil og þetta getur byggst hratt upp. En þess bara geta að það er rauninni fjöldi íbúa svona spá ekki hröð þar sem að það hefur verið mjög lítið framboð af íbúðum hingað til, en við vonum að með því að fjölga íbúðum þá sjáum við fram á það að íbúðaþróun geti verið jákvæð. Meira varðandi húsnæðismál, það varðandi Brákabraut 25-27, en starfsemi í húsnæðinu óheimil eftir úttekt eldvarnafulltrúa og byggingafulltrúa. En mér finnst nauðsynlegt að taka fram að stærstur hluti þeirra starfsemi sem var í húsnæðinu var þar með velvild sveitarfélagsins og litið á þetta í rauninni sem samfélagslegt verkefni. Langflestir þeir sem voru inn í húsinu eða voru með starfsemi í húsinu voru þar endurgjaldslaust og enda mjög mikilvæg starfsemi sem var þarna inni og taldi sveitarfélagi að gera að nýta það húsnæði sem átti þegar leitast var eftir því að fá inni. Brunavarnadeild og rafmagnsöryggisdeild HMS eða Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar tók húsnæði út í byrjun síðustu viku og eigum við von á skýrslu bara fyrr en síðar vegna þessa. Og á þessum sveitarstjórnarfundi hef ég óskað eftir að tekið verði inn með afbrigðum samþykki á töku tilboðs óhagsaðila í úttekt á Brákabraut 25-27. Í verðfyrirspurninni sem var gerð vegna þessa verkefnisins óskað eftir úttektarskýrslu og kostnaðarmati við lagfæringar á húsnæðinu að Brákabraut 25-27 sem miðast skuli við að húsnæði uppfylli eftir lagfæringar á húsnæðinu þær kröfur sem byggja á lögum og reglugerðum brunavarnir og byggingarreglugerð. Þessi úttekt á að vera tilbúin 2 vikum eftir að tilboðið tekið og því mikilvægt að koma því í gagnið sem fyrst. Nú unnið að því að svara öllum leigjendum vegna athugasemda sem þeir hafa athugasemda eða tillagna sem þeir hafa sent sveitarfélaginu. Það hafa ekki allir leigjendur fengið svar en það mun hafast bara væntanlega á morgun, allavega á næstu dögum. Á byggðarráðsfundi 4. mars fengum við virkilega ánægjulegt erindi sem hefur vakið athygli fjölmiðla á landsvísu en þá sótti upplifunargarður Borgarnes ehf. Lóð fyrir starfsemi byggða á hugmyndafræði Lazy Town. Er að ræða mjög spennandi verkefni sem ég veit að við öll hérna inni lítum björtum augum til og vonumst til þess að geti orðið að veruleika. En fulltrúar byggðarráðs fengu kynningu á verkefninu. Við vinnum að því með forsvarsmönnum félagsins að finna hentuga lóð fyrir starfsemina en er að ræða 2000 fermetra byggingu ásamt útisvæði. Biðlistar leikskólaplássum, það hefur borið á því að það hafa verið langir biðlistar við leikskólaplássum hér í Borgarnesi og það var brugðist við því með því að fá
færanlegar kennslustofur og setja þær við Ugluklett, leikskólann okkar upp í Bjargslandi og við áætlum að deildin opni í kringum 17. mars og taki þá við nýjum nemendum. Það er verið að ráða í það stöður sem að auglýstar voru við leikskólan og vonast við eftir að þetta gangi bara vel eftir, það lítur allavega þannig út. Og með því erum við að minnka eða útrýma öllu eins og þeim biðlisti sem eru til staðar. En það er ánægjulegt að leikskólabörnum fjölgi, grunnskólabörnum fjölgi, þrátt fyrir að heildarfjöldi íbúa sé en aðeins neikvætt svona á ársvísu. Nokkuð gagnrýni hefur verið núna undanfarna daga á þátttöku sveitarfélagsins í rammasamningum. Sveitarfélagið hefur verið aðili að rammasamningum til fjölda ára og aðeins nýverið sagt sig frá einum rammasamningi sem að varðar kaup á kjöt og fiski. Rammasamningar eiga að stuðla að hagkvæmari innkaupum og koma í veg fyrir misbresti í viðskiptum. Með því að vera aðili að rammasamningum er Borgarbyggð að nýta skattfé sveitarfélagsins með sem hagkvæmustum hætti öllum íbúum til hagsbóta. Það er þó stefna okkar að meta reynslu okkar af því að nýta hvern einasta rammasamning áður en til endurnýjunar núgildandi samninga kemur. En þess að bera að geta að það er ekki hægt að segja sig frá gildandi samningum, heldur aðeins hægt að segja sig frá þeim samningum sem í útboði eða verið að fara að endurnýja. Og við munum taka meðvitaða ákvörðun byggðaráð það hvort að hagsmunir Borgarbyggðar séu af því að vera í viðkomandi samningum eða ekki. Og þá tökum við það út frá heildarhagsmunum sveitarfélagsins, meðal annars með til vöruframboðs í sveitarfélaginu og samkeppni á markaðnum. Önnur svona innri vinna í sveitarfélaginu eða í ráðhúsinu er bara í rauninni að fyrstu drög að gæðastefnu Borgarbyggðar eru að líta dagsins ljós. Gæðastefnan er undirstaða gæðahandbókar og á gæðahandbók þá byggjum við okkar ferla. Þannig að við sjáum fram á það að næstu mánuðir vera undirlagðir í því að laga gæðahandbókin okkar, aðlaga okkur og koma okkur inn í þessa gæðastefnu. Þannig að það er mikil vinna framöndan en virkilega þarft verkefni. Einnig langar mig að segja bara frá í lokin íbúafundi sem er fyrsti alstafræni íbúafundurinn sem var haldinn hér af sveitarfélaginu 18. febrúar síðastliðinn þar sem spurningum var svarað en unnsendar athugasemdir og spurningar í slætu voru 90. En þetta var mjög virkur fundur og fundurinn hefur verið eða streymið hefur verið opnað í 1065 tölvum í dag. Og það er bara töluverð dreifing og fínt að og sýnir í rauninni bara fram á nauðsyn þess að hafa slíka fundi á netinu og aðgengilega af því að aldrei hefðu 1065 aðilar komið á íbúafundin sjálfan. Við gerum ráð fyrir því að við höldum álíka fundi, fleiri íbúafundi á árinu og meðal annars varðandi eitt málefni sem var mikið spurt og það er friðlýsing Borgarvogs. En við vinnum jafnframt að því að halda kynningu fyrir sveitarstjórnarfólk og fund með umhverfisstofnun þar sem þeir greina okkur frá skilyrðum og næstu skrefum. En kærar þakkir fyrir þetta. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Þórdís. En þá eru komin að leið 2 á fundardagskrá og hann ber heiti samþykkt búfjárhald en hér er lögð fram búfjársamþykkt til seinni umræðu. Fyrri umræða fór fram 8. október 2020 og ég gef orðið laust. Finnbogi Leifsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Finnbogi. Sveitarstjóri og forseti og sveitarstjórnarfulltrúar aðeins smá vangaveltur þessa væntanlegu samþykkt. Ég er ekki farið að koma hér upp til að vera með breytingartillögu en varðandi í 9. grein að þá þar ákvæði það að
verði stórgripavart utan vörslugirðingar þá þeim sér skylt að tilkynna það til sveitarfélagsins. Ég svona bara velti því fyrir mér hvort að það sé eitthvað vandamál að hafa þetta inn í hérna samþykktinni vegna þess að það sleppi gripir út, þá munu margir sjá það sem hafa ekki hugmynd að þessi reglugerð sé til staðar til dæmis, sko. Og síðan velti því fyrir mér, og það er kannski óþarfa vangavelta, að því að 9. grein hún öll lausagöngu bann stórgripa, en það ætti kannski að vera hérna eitt orð í viðbót þar sem stendur sveitarfélag gefur umráðamanni, það ætti að koma stórgripa. En sennilega þarf þetta ekki að vera misskilningur af því að greinin öll stórgripabannið, ég vildi svona vekja athygli á því og svo að lokum varðandi 14. greinina að þessi samþykkt tekur gildi þegar í stað. Það er sem bara spurningu það hvort að eigendur hefðu átt að fá einhvern umþóknunartíma til að girða eða eitthvað. Það er ekkert allir sem að flestir eru með girðingar og þessi samþykkt samhljóma hefur verið í gildi sunnan Hvítár og Mýrónum en ekki annar staðar, þannig að ég er svona bara að vekja athygli á þessu, ég er ekki með neinar breytingartillögur. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Varðandi tilkynningaskylduna, þá held ég þetta sé svona bara almennur áskilnaður að fólk tilkynni ef það sér einhver stórgripi á svæðum sem þeir eiga ekki að vera á. Og varðandi seinni athugasemdina, ég skil alveg hvað þú ert að fara, þetta er kannski svolítið svona óljóst orðað, en ef þú lest alla setninguna í heild sinni, þá kemur hérna aðeins síðar kosta á handsama búfénaðinn, þannig að ég myndi telja að það væri nægilega skýrt með við það, en bara fínt að heyra ef einhverju fleiri hafa athugasemdir við það. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Eins og Finnbogi sagði, þetta er ekki formlega breytingartillögur, bara svona velta við athugasemdum. Nei, svo virðist ekki vera. Þá ætla ég bara að biðja þá sem að samþykkja framkomna lögreglusamþykkt vinsamlegast framlagða búfjársamþykkt fyrir Borgarbyggð hér með. Ég ætla að biðja þá aðilum að gefa merki sem samþykkja hana. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 3 á fundardagskrá og þar eru til umræðu lögreglusamþykktir, eða nánar tiltekið lögreglusamþykkt fyrir Vesturland. En þar var á 204. fundi sveitarstjórnar sem haldinn var 8. október samþykkt að fresta afgreiðslu lögreglusamþykkta og á 538. fundi byggðarráðs lagði byggðarráð til við sveitarstjórn að hún yrði svo samþykkt. Og ég gef orðið laust lögreglusamþykktina. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, enda hefur hún verið rædd áður, bæði byggðarráð og hér í sveitarstjórn. Þannig að ég bið þá bara þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framlagða lögreglusamþykkt fyrir Vesturland vinsamlegast að gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að lið 4 á fundardagskrá og svona léttara hjali, en það er afsláttur á lóða- og gatnagerðargjöldum. En þar liggur fyrir afgreiðsla 555. funda byggðarráðs Borgarbyggðar þar sem lagt er til að veittur verði 50% afsláttur af gatnagerðargjöldum og 100% afsláttur af lóðargjöldum vegna íbúðar- og atvinnuhúsalóða og afslátturinn gildi til loka árs 2021. Forseti vekur athygli á því að Davíð Sigurðsson víkur að fundi meðan þessi liður er ræddur og afgreiddur. Að því sögðu gef ég orðið laust. Halldóra Lóa hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Halldóra. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Mig langar bara að fagna því að við ætlum að taka þessa ákvörðun 1 ár enn. Þetta er búið að vera í gildi 2019 og 2020 og við ætlum að framlengja þessum afsláttum núna út 2021 og gerum það vegna áhuga á lóðum sem hefur verið að aukast núna, sem er mikið fagnaðarefni
og ég vonast til þess að þetta verði til þess að við sjáum bara fram á áframhaldandi uppbyggingu í sveitarfélaginu. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljóðs? Ég ætla nú bara að taka undir það sem að koma fram hjá Halldóru og það líka gaman að segja frá því að það búið að úthluta rosalega mikið af íbúðarhúsalóðum og við höfum kannski ekki fundið alveg eins mikinn áhuga fyrir atvinnuhúsalóðunum en það eru svona ýmsar breytingar sem hafa verið gerðar til að ná betur til þess hóps og við finnum að það smá áhugi núna fyrir uppbyggingu atvinnuhúsnæði þannig að okkur finnst mikilvægt að reyna að halda þessum afslætti allavega út árið og sjá hvað gerist og hamra járnið meðan það heitt. En eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillögu frá 555. fundi byggðarráðs Borgarbyggðar að veita 50% afslátt af gatnagerðargjöldum og 100% afslátt af lóðargjöldum vegna íbúðar- og atvinnuhúsalóða vegna ársins 2021 og biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Og Davíð Sigurðsson kemur aftur inn á fundinn og næst á dagskrá liður 5. Hann ber heiti Lyngbrekka samningur leigu og styrk og númer 21.02.078. En þar að ræða tillögu byggðarráðs að sveitarstjórn veiti leikdeild Ungmennafélags Skallagríms sambærilegan styrk og rekstraraðila þverráréttar árin 2020 og 2021. Þannig að styrkur Borgarbyggðar til leikdeildar Ungmennafélags Skallagríms hækkar 150.000 krónur hvort ár. Enn fremur leggur byggðarráð til að samþykkt verði að framlengja leigusamning við leikdeild Skallagríms vegna félagsheimilisins Lyngbrekku til 31. desember 2022. Að því sögðu gef ég orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu 553. fundar byggðarráðs þar sem framlengdur var leigusamningur við leikdeild Skallagríms vegna félagsheimilisins Lyngbrekku til 31. desember 2022. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá eru komin að lið 6 á fundardagskrá. Hann ber heitið útboð vegna reksturs tjaldsvæða 2020 og númer 2011-021. En þar að ræða tillögu frá byggðarráði að taka tilboði Landamerkis EHF rekstur tjaldsvæða í Borgarnesi 2021 til 2022 og á Varmalandi 2021 til 2024. Fyrirtækið átti hæsta tilboð í reksturinn auk þess sem fyrirtækið uppfyllir þær kröfur sem settar voru fram í verðsfyrirspurnargögnum. Með töku tilboðs komin á bindandi samningur á grundvelli verðsfyrirspurnar. Og þessari ákvörðun hér með vísa til sveitarstjórnar til staðfestingar og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að heimilt sé að taka tilboði Landamerkis EHF rekstur tjaldsvæða í Borgarnesi 2021 til 2022 og á Varmalandi 2021 til 2024. Með töku tilboðsins komin á bindandi samningur og grundvelli fyrirliggjandi verðsfyrirspurnar og biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Það eru komin að lið 7 á fundardagskrá. Hann ber heitið Tæming rotþróa útboð 2020. Þar að ræða afgreiðslu 553. fundar byggðarráðs Borgarbyggðar þar sem lagt til við sveitarstjórn að samþykkja tillögu starfsmanns að velja tilboð lægstbjóðanda. Hreinsitækni tæmingu rotþróa í Borgarbyggð. Og ég gef orðið laust. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Mér langaði bara að forvitnast þetta lægsta tilboð. Ég minnist ekki að hafa séð hver breytingin verður á milli ára frá fyrra tilboði tæmingu rotþróa, hvort að að ræða hækkun eða lækkun á þeirri þjónustu sem að fyrri aðili veitti. Takk.
Takk fyrir þetta, Davíð. Ég er ekki viss að þessar upplýsingar liggi fyrir fundinum. Það var náttúrulega, þetta var náttúrulega tekið fyrir á byggðarráðsfundi og náttúrulega valið bara lægsta tilboð sem kom þar inn í rauninni. En það er kannski hægt að afla upplýsingarna ef að, Davíð ætlar að taka til máls aftur, gjörðu svo vel. Já, ég óska bara eftir að fá þessar upplýsingar inn á næsta fund byggðarráðs eða bara á eitthvað fund byggðarráðs og samanburðinn og hvaða áhrif þetta hefur. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Já, það er það bara liggur fyrir að þessar upplýsingar komi inn á byggðarráðsfund bara fljótlega. Þórdís hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, ég er ekki með upplýsingunum núna hvort sé hækkun eða lækkun en þetta er allavega í samræmi við fjárhagsáætlun. Þannig að í rauninni þurfum við ekki að gera breytingar eða viðauka við fjárhagsáætlunina þar sem þetta var bara mjög sambarlegt þeirri fjárhæð sem við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætluninni. Takk fyrir þetta. Er fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum 7. lið á fundardagskrá? Nei, svo virðist ekki vera. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að taka tilboði Hreinsitækni EHF tæmingu rotþróa í sveitarfélaginu. Bindandi samningur kemst á við töku tilboðs samkvæmt útboðsgögnum. Ég ætla að biðja augnablik, ég ætla aðeins að tjekka hérna á einu varðandi bókunina. Ég ætla að lesa bókuninu upp aftur. Engin kæra barst 10 daga biðtíma frá vali tilboðs og sveitarstjórn samþykkir að taka tilboði Hreinsitækni EHF tæmingu rotþróa í sveitarfélaginu. Bindandi samningur kemst á við töku tilboðs samkvæmt útboðsgögnum. Þannig hún hljómar svona og ætla ég biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framlaga bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhliða. Og þá eru komin að lið 8 á fundardagskrá. Hann ber heiti rekstrarleyfi, nýjar verklagsreglur og er númer 21.02.121. Þarna er að ræða afgreiðslu byggðarráðs frá fundi ráðsins númer 554 og þar leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða verklagsreglur og reglur veitingu rekstrarleyfa á stjórnsýslu og þjónustusviði. Og ég gef orðið laust. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu fundarmenn. Ég þakka þeim starfsmönnum sem komu að þessari vinnu því að þetta er ákaflega skýrar finnst mér og vandaðar reglur og í rauninni eru bara mjög upplýsandi fyrir þá sem í huglæðingum varandi svona gistiþjónustu. Þetta getur bara gefið mjög góðar upplýsingar og kannski fækkar flækjustigum og vinnustundum starfsmanna sem fara í að útskýra og segja frá. Það verður bara mjög gaman að vinna svo áfram með svona að búa til verklagsreglur fleira. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Þórdís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, já, það er rosalega gott að fá þessar verklagsreglur. Þetta er einn af þeim ferlum sem við töldum bara mjög mikilvægt að taka strax og rita upp, en það hefur umsagnarferlinu verið ábótavant eða það hefur ekki verið nákvæmlega svona skýrt hver gerir hvað og hvernig skuli umsögnum skila til sýslumanns. Það er í rauninni þetta innra ferli, við erum að gera það skilvirkara, skýrara, þannig að það viti allir nákvæmlega hvað þeir eru að gera, bæði starfsmenn sveitarfélagsins í hinum ýmsu eftirlitshlutverkum. Enn fremur eru þessar reglur sem eiga þá auðvelda þeim sem eru í rekstri eða hyggjast fara í rekstur
gistiheimila, þær eiga að vera bara til skýringar og einföldunar til þess að einmitt að auka upplýsingaflæði og minnka álag og svona ágreining hvernig hlutinir eiga að vera. Þannig að þetta er eitt af þessum skemmtilegu ferlum sem eru komin í gagnið og mjög gott að við erum byrjað að vinna í rauninni svona eftir þessum ferlum og þeir eru að skila sínu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveðast ljós? Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðar verklagsreglur og reglur veitingu rekstrarleyfa á stjórnsýslu og þjónustusviði. Og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Og þá erum við komin að dagskrárlið 9. Hann ber heiti Samstarfssamningur 2021 og númer 2103-002. Þar er að ræða afgreiðslu frá 555. fundi byggðarráðs, þar sem byggðarráð til að undirbúin verði viðauki vegna styrks til Kvikmyndafélags Borgarfjarðar í samræmi við samstarfssamning og leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagðan samstarfssamning við Kvikmyndafélag Borgarfjarðar fyrir árið 2021 og viðauka við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2021. Þannig að með þessari bókun er verið að samþykkja þennan samstarfssamning og ég gef orðið laust. Magnús Mári hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Ég var nú að hugsa hvort að Kvikmyndafélagið þurfti að víkja að fundi meðan þetta var afgreitt en þeir hafa nú ekki atkvæðisrétt þannig að það er óþarfi. En mér langaði bara að fagna þessum samningi, jákvætt þetta sé komið í gagnið og benda á, þetta er auðvitað hluti af stefnu sveitarfélagsins sem hefur verið undirbúin nokkurn tíma og verið svona lengi staðið til að vera með meira af beinu streymi, miðla betur upplýsingum og því sem við erum að gera til íbúa sveitarfélagsins. Fagna því líka að við séum að gera það sama varðandi íbúafundi og það var mjög góður íbúafundurinn daginn og gott að þetta sé svona einmitt og virkt áhorf sé töluvert á þessa fundi. Þannig að hér erum ánægjulegt samstarf að ræða og þó að við séum að setja þetta sem viðauka við fjárhagsáætlun þá líka rétt að benda á það að þetta hefur alltaf verið staðið til að fara í þessa vinnu og kostnaður við hann Takk fyrir þetta, Magnús. Þórdís hefur beðið orðið. Samningnum, en hann felur semst í sér að Kvikmyndafélag Borgarfjarðar mun sjá að streyma 10 sveitarstjórnarfundum á þessu og 3 íbúafundum og nú hefur einum íbúafundi verið streymt og við gerum ráð fyrir að það verði fleiri íbúafundir, 3 íbúafundum eða sambærilegum fundum fyrir sveitarfélagið og á móti fá þeir styrkað fjárhæð 1 milljón króna. Og þetta er hugsað í rauninni til þess að bæta þeirra tæknibúnað og aðstöðu. Þannig að þetta er ánægjulegt verkefni. Takk fyrir þetta, Þórdís.
tek alveg heils hugar undir það. Mjög ánægilegt verkefni og gaman að sjá líka hversu svona fagmannlega staðið útsendingum og bara mjög skemmtilegt. En ég gef orðið laust varðandi samninginn. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samstarfssamning við Kvikmyndafélag Borgarfjarðar fyrir árið 2021 og biðji þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún samþykkt samhliða. Þannig að þið fá að sjá okkur bæði hljóð og mynd eftirleiðis þetta árið. En þá erum við komin að leið 10 á þessari ágætu fundardagskrá, en það viðauki við fjárhagsáætlun 2021 og að ræða afgreiðslu frá 555. fundi byggðarráðs, þar sem byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagðan viðauka, númer 1 við fjárhagsáætlun 2021. Forseti óskar eftir því frá fundargestum að fá að lesa bókunina upp áður en við gefum orðið laust, þannig að áheyrendur átti sig á efni viðaukans. Það í lagi ykkar vegna. Það samþykkt. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Lögð fram tillaga viðauka við fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2021. Í tillögunni gert ráð fyrir að framlög frá jöfnunarsjóði hækki 48,5 milljónir króna. Kostnaður vegna fjölgunar stöðugilda við leikskóla eykst krónur 19,4 milljónir og tekjur vegna fjölgunar barna í sama skóla aukast 4 milljónir króna. Þá eykst annar rekstrakostnaður 10,7 milljónir króna. Við þessa breytingu eykst rekstrarafgangur samstæðunnar 22,5 milljónir og verður 33,7 milljónir króna. Það einnig gert ráð fyrir hækkun á framkvæmda og fjárfestingaráætlun ársins 1,4 milljón vegna kaupa á félagslegri íbúð. Reiknar með að handbært fé samstæðunnar í árslok hækki 20,8 milljónir frá upphaflegri áætlun og verði 300 milljónir króna eftir þessa breytingu. Og ég gef orðið laust. Þórdís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég vildi koma inn upp til þess að segja í rauninni frá því hvað felst í þessum öðrum rekstrarkostnaði, en mjög gott að fá þessa bókun hérna fram til þess að skýra frekar hvað ræðir. En þetta eru úttektir og endurbætur á Ráðhúsi og kostnaður vegna flutningshluta Ráðhússins. Þetta eru úttektir á húsnæði Kleppusveikja og ráðning sérfræðings í upplýsingatæknisvið sveitarfélagsins. Og svo þessi styrkur til leikdeildar Skallagríms, viðauki vegna samningsins við Kvikmyndafélagið sem við vorum að gera nú, í samþykkja núna rétt áðan, hann kemur þá í viðauka nr. 2. Takk fyrir. Og ég gef orðið laust. Varðandi viðaukan. Það enginn sem kveður sér hljóðs og biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar og þar með viðaukan vinsamlegast að gefa merki. Hann samþykkt samhljóða. Þá eru komin að leið 11 á fundardagskrá. Hann ber heitið tilboð í innheimtuþjónustu fyrir Borgarbyggð og nr. 21.01.001. Þar að ræða afgreiðslu 555. fundar byggðarráðs, þar sem byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja samning við Mótus innheimtuþjónustu fyrir sveitarfélagið og ég gef orðið laust. Þórdís hefur beðið orðið. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, þessi þjónusta var áður í höndum lögfræðistofu Inga Tryggvasonar sem hefur nú hætt störfum, þannig að þegar það lá ljóst fyrir þá var ákveðið að fara í útboð eða fá tilboð í þetta. Og þetta í rauninni tilboð í fruminnheimtu, milliinnheimtu, kröfuvakt og lögfræðiinnheimtu, svona aðallega.
og breytast störf aðeins innan borgarbyggða vegna þessa en þó er þetta í rauninni bara sú þjónusta sem að sveitarfélagið hefur verið að kaupa hingað til en af öðrum aðilum. Takk. Takk fyrir þetta Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samning við Mótus innheimtu þjónustu fyrir sveitarfélagið og felur sveitarstjóra að undirrita samninginn fyrir hönd Borgarbyggðar. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkir framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhliða. Þá eru komin að leið 12 á fundadagskrá. Hann ber heiti Sumarlokun leikskóla Borgarbyggðar 2021 og er númer 21.01.080. En þar leggur fræðslunefnd til við sveitarstjórn eftirfarandi breyting verði gerð á verklagsreglum leikskóla Borgarbyggðar. Og svo eru ákveðnar breytingar taldar þarna upp. Það er spurning hvort að Magnús Mári vilji koma og gera breytingunum kannski stuttlega skil, svona fyrir þá sem hlusta. Gjör svo vel, Magnús. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Í rauninni er verið að leggja hér til breytingu þar sem að eftir breytingu yrði setning í verklagsreglunum sem myndi hljóma þá svona. Barn í leikskóla skal taka að lágmarki 4 vikna samfellt sumarleyfi ár hvert. Óski foreldrar eftir því að taka 5 vikna samfellt sumarleyfi er 5. vikan einnig gjaldfrjáls. Ef barn er fjarverandi vegna orlofs í samfellt 2 vikur eða lengur umfram sumarleyfi og foreldrar láta vita með hálfsmánaðar fyrirvara skal endurgreiða fæðiskostnað fyrir þann tíma sem barnið er í orlofi. Og í rauninni snýst þetta það að til þess að hafa ákveðin svona fyrir sjónleika í starfi leikskólana og gefa þá tækifæri til þess að það börn geti verið lengur í samfelldu sumarleyfi án þess að greiða fyrir þá þessa 5. viku. Þetta á að geta orðið til svona hagræðis fyrir leikskólana varðandi mönnun og annan. Þau sjá þá fyrir betur hverjir eru í sumarleyfi og þetta er svona hvati fyrir foreldrana að taka lengra sumarleyfi með börnunum. Við höfum fyrirmynd að þessu í öðrum sveitarfélögum þar sem þetta hefur reynst vel og getur þá verið svona ákveðin liður í því að koma til móts við þá ósk sem hefur verið hjá starfsfólki leikskólana að reyna að létta aðeins á starfinu yfir sumarmánuðina og eins til þess að svona geta gert ráð fyrir mönnun á þessum tíma. Og kostnaðurinn reiknast okkur til að eigi ekki að þurfa að vera mikill til viðbótar, kannski 400.000 krónur, þannig að þetta er vel tilraunarinnar virði og vonandi leggst þetta vel í foreldra og starfsfólk. Takk fyrir þetta, Magnús. Ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu 197. fundar fræðslunefndar og skulu verklagsreglur leikskóla Borgarbyggðar undir liðnum dvalartími vera eftirfarandi. Barn í leikskóla skal taka að lágmarki 4 vikna samfellt sumarleyfi ár hvert. Óski foreldrar eftir því að taka 5 vikna samfellt sumarleyfi er 5. vikan einnig gjaldfrjáls. Ef barn er fjarverandi vegna orlofs í samfellt 2 vikur eða lengur umfram sumarleyfi og foreldrar láta vita með hálfsmánaðar fyrirvara skal endurgreiða fæðiskostnað fyrir þann tíma sem barn er í orlofi. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem að samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhliða. Og þá eru komin í lið 13 á þessari ágætu fundadagskrá. Hann ber heitið Brákarbraut 25-27, greinagerð og kostnaðarmat og er númer 21.02.040. En send var út verðfyrirspurn þann 1. mars síðastliðinn þar sem óskað var eftir verði í úttektarskýrslu og kostnaðarmat á lagfæringum á Brákarbraut 25-27. 2 tilboð bárust, annars vegar frá Eflu verkfræðistofu og hins vegar frá Verkís. Og ég gef orðið laust. Já,
Forseti bendir á að Orri Jónsson hefur yfirgefið fundinn undir þessum lið og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir tilboð Verkís í kjölfar verðfyrirspurnar úttektarskýrslu að Brákarbraut 25 til 27 að fjárhæð 1.675.240 krónur með vaski. Sveitarstjóra er falið að gera viðauka við fjárhagsáætlun vegna kostnaðarins. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun, vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhliða. Já, má koma inn? Já, hann er komin. Og Orri Jónsson er komin aftur inn á fundin. Þá erum við komin að dagskrárlið 14 fyrirgefið. Kosningar í nefndir og ráð 2021. Og liðurinn er númer 21.02.067. En þar er helst til umfjöllunar að í kjölfar inngöngu Hvalfjarðarsveitar í Barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala að 9 þarf að breyta nefndarskipan í Barnaverndarnefnd og þarf að bæta við fulltrúa Hvalfjarðarsveitar og fækka fulltrúum Borgarbyggðar þar á móti 1. Þannig að það liggur fyrir tillaga þess efnis að Helgi Pétur Ottesen taki sæti í Barnaverndarnefnd í stað Silju Eyrúnar Steingrímsdóttur sem hefur setið fyrir hönd Borgarbyggðar. Og ég gef orðið laust þennan ráðahag. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir skipan Helga Péturs Ottesen í Barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala í stað Silju Eyrúnar Steingrímsdóttur. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkir framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhliða. Og þá erum við komin að lið... Já, gildir út kjörtímabilið. Þá erum við komin að dagskrárlið 15. Hann ber heitir Laugarhóll 2, landnúmer 133896, stofnun lóðar, Laugarhóll 4 og er liðurinn númer 21.02.135. Þar að ræða afgreiðslu 22. fundar skipulags- og byggingarnefndar og þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja stofnun lóðarinnar Laugarhóll 4 og landinu Laugarhóll 2 ásamt heimild til að flytja matshluta 03 yfir á nýstofnaða lóð. Og ég gef orðið laust varðandi þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir stofnun lóðarinnar Laugarhóll 4 og landinu Laugarhóll 2 ásamt heimild til að flytja matshluta 03 yfir á nýstofnaða lóð. Og bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og hún er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 16 á fundadagskrá. Hann ber heitið Hamraendarlóð F227 4185. Umsókn nafnabreitingu Þverbrekka og er liðurinn númer 21.02.161. En þar liggur fyrir afgreiðsla 22. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja nafnabreitingu á lóðinni Hamraendar, lóð L 198400 í Þverbrekka. Og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir nafnabreitingu á lóðinni Hamraendar, lóð L 198400 í Þverbrekka. Og ég bið þá fulltrúa sem að samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að dagskrárlið 17. Hann ber heitir Hreðavatn 1, L 134789, umsókn byggingarleyfi viðbygging og er liðurinn númer 21.01.089. En þarna er að ræða afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir aðliggjandi sumarhúsaeigendum samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Og þá leggur nefndin til að grenndarkennt verði fyrir eigendum allra bústaða sem eignaskipta yfirlýsingin nær yfir og að auki Hreðavatnslands Stórimúli. Og ég gef orðið laust.
Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að framfari grenndarkynning vegna umsóknar byggingarleyfi við Hreðavatn 1, landnúmer 134789, samanber 2. málsgrein 44. greinar skipulagslaga, númer 123 frá 2010. Grenndarkynnt verður fyrir eigendum allra bústaða sem eignaskiptayfirlýsing svæðið nær yfir og að auki fyrir eigendum Hreðavatnslands Stóramúla, Hreðavatnslands L 134778, L 173088 og L 134806. Og biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og hún er samþykkt samhliða. Þá förum við yfir í dagskrárlið 18 og hann ber heiti Birkilíð 6-8, breyting DSK og liðurinn númer 21.02.061. Þar liggur fyrir afgreiðsla 22. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynnt verði breyting á deiliskipulagi í samræmi við 44. grein skipulagslaga fyrir eigendum í Grenihlíð 135, Varmaland Hótel og Laugaland 1B. Og Orri Jónsson víkur undir þessum lið. Og ég gef orðið. Svo virðist ekki vera. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að framfari grenndarkynning vegna umsóknar breytingu á deiliskipulagi samkvæmt byggingarleyfi við Hreðavatn 1, landnúmer 134789, samanber 43. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Grenndarkynnt verður fyrir eigendum í Grenihlíð 135, Varmaland Hótel og Laugaland 1B. Og biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Og Orri Jónsson kemur aftur inn á fundin og við tekur dagskrárliður númer 19 sem ber heitið Stóri Ás, L 134513, deiliskipulag og liðurinn númer 21.01.006. Þar að ræða afgreiðslu frá 22. fundi skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja lýsingu til auglýsingar fyrir Stóra Ás í samræmi við 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga. Og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða lýsingu til auglýsingar fyrir Stóra Ás samkvæmt 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Og biðji þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Og þá breytum við aðeins kúrs og förum í það að leggja fram fundargerðir og það eru nú oft líflegustu umræðurnar þar, þannig að það er ennþá von að verði smá umræður ef fólk vil fá rökræður í dag. En þá erum við komin að lið 20 og þar er lögð fram fyrsta fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins númer 553 og ég gef orðið laust fyrirliggjandi fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð fram lögð. Þá erum við komin að dagskrárlið 21 og þar er lögð fram önnur fundargerð byggðarráðs frá fundi ráðsins númer 554 og ég gef orðið laust. Davíð Sigurðsson hefur óskað eftir að taka til máls undir fundargerðina sem var lagð fram áðan frá fundi ráðsins númer 553 og gjör svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn, mig langar aðeins að taka til máls undir lið númer 5, húsnæðismál slökkviliðs. Mig langaði bara að forvitnast hvort þetta væri komið í eitthvað farveg, þar að segja í fundargerðinni er bókað að byggðarráð feli sveitarstjóra að kanna ástand húsnæðis slökkviliðsins í Borgarnesi og segja upp leigusamningi við Sögufélag Borgfirðinga sem er staðsett í hluta húsnæðisins. Og jafnframt er sveitarstjóra falið að kanna hvort mögulegt sé að veita slökkviliði stærri hluta húsnæðisins að Sólbakka. Mig langaði bara að forvitnast hvað þetta mál stæði í dag. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Þórdís Sif ætlar að fá að bregðast við þessu. Gjör svo vel, Þórdís.
forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, það hefur verið farið frá eignasjóði sveitarfélagsins með starfsmanni Eflu sem hefur verið að gera rannsóknir í rauninni á húsnæði sveitarfélagsins, hefur farið í húsnæði slökkviliðsins til að kanna ástandið, hvort að það sé þar raki eða mygla til staðar, þar sem að það er ákveðin hluti sem svona liggur, sem eru líklegt að séu undir einhverjum skemmdum. Það er ekki komið niðurstaða í það, varðandi uppsögn á leigusamningnum þá er það bara í vinnslu og er væntanlega bara að fara að klárast í næstu viku. Og svona önnur húsnæðismál erum við að skoða í samræmi við allar þær aðrar breytingar sem hafa orðið á húsnæðismálum núna undanfarið. En vonandi getur þetta bara farið að ganga hratt fyrir sig þegar við erum komið með svona aðeins meiri upplýsingar stöðuna. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þetta mál? Nei, svo virðist ekki vera. Þá beinum við umræðinni aftur að fundargerð byggðarráðs númer 554 og veitum loka tækifæri fyrir þá sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst því sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að síðustu fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar en það er frá fundi ráðsins númer 555 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn. Jú, Magnús Mári kveður sér hljóðs. Gjör svo vel, Magnús. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, ég ætla að taka til máls hér undir í það minnsta lið 2 sem heitir Lazy Town, umsókn lóð vegna uppbyggingar húsa fyrir safn, stúdíu og veitingastað. Og nú er það orðið þannig að þegar skýrsla sveitarstjóri komin aftur á dagskrá að þá er nú svona aðeins búið að fjalla þessi stóru mál sem eru svona efst á baugi hjá okkur, en þetta er auðvitað eitt af þeim. Og áhugavert að sjá hvert þetta er komin, þessi hugmynd sem er búið að vera í vinnslu núna ábyggilega í 2 ár. Og ég verð að segja það er svona kynningar sem ég hef séð á þessu, það lofar rosalega góðu. Þetta er mikið metnaðarfullt verkefni sem er verið að leggja í. Og kannski lýsa því bara yfir að við þurfum öll að vera á tánum og duglega að gera allt sem við getum til þess að finna þessu stað og styðja við verkefnið. Þannig að ég bara fagna þessu mjög og ég held að þetta sé byrjunin á einhverju flottu samstarfi. Já, læt það duga. Takk fyrir þetta, Magnús. Ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundargerð byggðarráðs númer 555 framlögð. Þá erum við komin að reyna númer 23 á fundardagskrá. Þar að ræða fundargerð frá fundi velferðarnefndar Borgarbyggðar númer 112. Forseti óskar eftir leyfi til að fá að leggja þær fram saman fundargerðirnar í lið 23 og 24, en hvort tveggja eru fundargerðir velferðarnefndar, þá númer 112 og 113, fá staðfestingu fundarmanna á því. Það er samþykkt. Að því sögðu ætla ég að fá Silju Eyrúnu Steingrímsdóttur, formann velferðarnefndar, til að koma og fylgja þessum báðum fundargerðum stuttlegu hlaði áður en við gefum orðið laust varðandi þær báðar. Gjörðu svo vel, Silja. Já, forseti og aðri fundamenn. Fundur númer 112 var aukafundur varðandi húsnæðismál Öldunar, þar sem að sviðsstjóri fjölskyldusvið kynnti fyrir okkur skýrslunum frá eldvarnaeftirliti og var einnig farið aðeins yfir valkostagreiningu fyrir mögulega staðsetningar á starfseminni og svo umræður málið. Fundur 113 var svo haldinn 2. mars síðastliðinn og gaman að segja fyrir því að loksins gátum við hist í fundarsal Ráðhússins, þannig að það var eftir marga tímsfundi, það var mjög gaman.
En þar var fyrst bara trúnaðarbókin eins og Akureyri alltaf og annar liður var svo áframhaldum umræðum ölduhúsnæðismál og var það eiginlega bara svona haldið áfram umræðan þar. Númer 3 var stefna í málefni fatlaðra en nefndin vinnur að því að búa til nýja stefnu málefni fatlaðra í Borgarbyggð. Við eiginlega stoppuðum þessa vinnu í september síðastliðina því að það var eiginlega ekki hægt að gera það sem átti að gera næst sem að var að fara í heimsóknir bæði í öldrun- og búsetuþjónustuna en við stefnum á því að gera það núna í mars og halda áfram vinnunni. Númer 4 var svo verkefni og starfsmannamál félagsþjónustu og barnavernd. Þessi félagsmálastjóri fór yfir stöðunni í starfsmannamálum hjá félagsþjónustunni og barnavernd og áhrif stöðunar á vinnslu mála. Svo í 5. vorum við að vekja athygli á íþrótta- og tómstundastyrkjum til tekjulágra heimila vegna COVID-19 og upplýsingar þetta er að finna inn á heimasíðu Borgarbyggðar þar sem fólk getur sótt og ég mæli með því eindregið að fólk kynni sér þetta. Og númer 6 var svo COVID og staðan og aðgerðir félagsþjónustu og breytingar sem hafa orðið kjölfar tilslökunar og sóttvarnareglum. Ég ætla að vona að við höfum ekki verið að fagna aðeins og snemma þarna af því að nú loksins komin félagsstarf aldrei að vera opnað að nýju en aftur hægt að fá heita mat þar í hádeginu og svo fleira. En við vonum það besta bara. En fleira var ekki gert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. Að því sögðu gef ég orði laust báðar þessar fundargerðir. Guðveig Eyglódóttir biður um orðið. Gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundarmenn, ég þakka formann fyrir yfirferð á fundargerðunum. Ég langaði til að spyrja hérna út í lið númer 4 sem ber heitið verkefni og starfsmannamál í félagsþjónustu og barnavernd. Kannski að fá svona frekari útskýringar á því. Það er talað hérna í bókunni að félagsmálastjóri hafi farið yfir stöðuna í starfsmannamálum og áhrif stöðunar vinnslu mála. Það væri kannski upplýsandi að vita hvað átt við, er að ræða eitthvað undirmönnun eða eitthvað tímabundið ástand eða slíkt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Silja hefur beðið um orðið, ætlar að bregðast við þessu. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu fundarmenn. Já, það staðan þannig að það hafa starfsmenn hætt og það hefur ekki náð að mannast aftur í stöðuna þeirra. Við erum búin að vera að auglýsa mjög mikið núna undanfarið þannig að ef þið vitum félagsráðgjafa eða sálfræðinga þá með endilega hvetja til þess að hafa samband og sækjum. Og það er eiginlega bara svona staðan á málunum. Takk fyrir þetta, Silja. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum fundargerðum velferðarnefndar Borgarbyggðar? Svo virðist ekki vera, þá teljast þær fram lagðar. Þá erum við komin að dagskránni númer 25, en þar er lögð fram fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar númer 22 og ætlar Guðmundur Freyr Kristbergsson, formaður nefndarinnar, að fylgja fundargerðinni úr hlaði. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti og ágætu fundarmenn. 22. fundur skipulags- og byggingarnefndar fór fram í Ráðhúsi Borgarbyggðar 5. mars og ánægjulegt að fá að sjá fólk í raunheimum á ný. 9 mál voru á dagskrá en ég ætla að renna yfir þau mál sem hafa ekki komið fram hér á þessum fundi. Eitt mál fjallaði um framkvæmdarleyfi í landi Tungulækjar vegna fjölnytjaskógræktar, liður númer 5. Og á svæðinu eru fyrir flákar af birkikerri og mun sú skógrækt taka tillit til birkikerrsins sem fyrir er. Umsóknin í rauninni samræmist aðalskipulagi en nefndin í rauninni óskar eftir frekari gögnum eða drögum að ræktunaráætlun þar sem koma þá frekari upplýsingar fram, til dæmis varðandi hvaða tegundur
verða notaðar og nánari eða sem sagt skilgreining á ræktunarsvæði. Þannig að við ákváðum að fresta erindinu eða afgreiðslunni. Undir lið númer 7 urðu nokkrar umræður, en þar er fjallað erindi eiganda akra 4, en þar er hugur í fólki að deiliskipuleggja svæði undir hjólhýsi. Það hefur nú verið þó nokkur umræður svona út í þjóðfélaginu og aðgerðir varðandi svona hjólhýsabyggðir, og viljum við stíga varlega til jarðar og fólum við skipulagsfulltrúa að leita leiðbeininga hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og eins að fá álit RML varðandi breytta landnotkun. Þarna er landbúnaðarland fyrir, þannig að og þær sem sagt leiðbeiningar verða svo lagðar fram á næsta fundi, en þess snúa í rauninni að þá brunavörnum og svona almennum öryggismálum. Nú, undir lið númer 8 er svo fjallað endurskoðun aðalskipulagsins. Þetta finnum kannski að hljóma eins og gömul tugga, en það er gangur í þeim málum, og þarna erum við að fela skipulags- og byggingadeild að byrja að undirbúa útboð og útboð skilmála, en vegna mannabreytinga þá hefur þetta ferli tafist nokkra mánuði, en kemst vonandi bara mjög gott skrið núna, og í framhaldinu eftir útboð svo mikil og þétt vinna framundan ásamt kynningum og íbúafundum og samráði við íbúa hagsmunaaðila. Nú, að lokum samþykktum við að fela deildarstjóra skipulags- og byggingadeildar að hefja vinnu við að koma lausum lóðum inn í kortasjá Borgarbyggðar. Það er í rauninni síðasti liður þessa fundar. Þar má kannski gera innan gæsalappa auglýsa þær lóðir sem eru lausar. Það verður mun auðveldar að sjá hvar þær eru, og þetta verður svona með þessu sjónræna móti er líklega svona auðveldar að nálgast upplýsingar, en eins líka að þá þegar þetta verður komið inn í þessa kortasjá þá verður þetta smella á þær lóðir sem eru lausar og fá þá einhverja ákveðnar upplýsingar, grunni upplýsingar, til dæmis varðandi gatnagerðargjöld, stærð lóðarinnar og svo framvegis. En svo svona í þessu samhengi líka var rætt þær lóðir sem eru inn í Vallarás og hérna við Borgarnes, og þar eru lóðir sem eru í heldur stærri kantinum, og það var svona rætt hvort það væri ekki ástæða til þess að minnka lóðir og í rauninni auka fjölbreytni stærða á lóðum, og það eru fleiri upplýsingar sem við getum látið koma fram, og það er til dæmis það hvað er djúpt niður á fast, svo fólk geti gert sér grein fyrir hvað kostar jarðvinnan á þessum lóðum. Eins er líka spurning hvort það sé hægt að koma uppgreftri af þessum lóðum innan einhvers ákveðs svæðis inn á deiliskipulagssvæðinu, þá í manir eða hóla. Þetta er allt saman unnið þá með það markmiði að auðvelda fólki til dæmis bara meta kostnað og lækka kostnað við að og reyna að lokka fólk að og vonandi að fleiri byggi atvinnuhúsnæði. Fleira var ekki gert á fundinum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ég gef orðið laust. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn, mig langar að taka aðeins til máls undir lið númer 9 og bara fagna því að þetta sé komið á þennan stað, bara til að óska okkur öllum til hamingju með það. Við erum búin að tala þetta lengi, að við þurfum að koma sér í þennan farveg, og það er afskaplega ánægilegt að sjá það sé að komast á þann stað. Það er að segja aðgengi að þessum upplýsingum lausar lóðir inn á kortasjánni.
Ég tek undir það að við þurfum að endurskipuleggja trúlega stóran hluta af vallarásnum. Við erum að tala að flesta lóðirna þar eru yfir heilan hektara og það eru afskaplega litlir fáir aðilar sem að sækjast í slíka lóðir og við þurfum bara að drífa þá vinnu í gang. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera, þá telst þessi fundargerð framlögð. Þá eru komin að lið númer 26 á fundardagskrá, en það er fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar númer 21. Og ætlar Halldóra Lóa, varaformaður nefndarinnar, að fylgja henni úr hlaði. Gjörðu svo vel, Halldóra. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. 21. fundur umhverfis- og landbúnaðarnefndar var haldinn 18. febrúar og voru 5 mál á dagskrá. Fyrsti liður var friðlýsingar og þar fengum við inn starfsmenn Borgarbyggðar í friðlýsingahóp vegna Borgarvágs inn á fundinn til þess að kynna okkur þá vinnu sem þar fer fram. Og þá var þau Páli og Þóra Gylfa sem mættu til fundarins og fóru yfir í rauninni stöðuna sem var á þeim tímapunkti og kannski gaman að segja frá því núna að búið er að auglýsa áform friðlýsingu sem var í auglýsingu í 8 vikur og nú er verið að vinna úr þeim athugasemdum sem komu inn. Í framhaldi af þeirri vinnu verður síðan farið í samráð við alla hagsmunaaðila og þá hefst kynningarferli og það sem drög að skilmálum verða kynnt að friðlýsingunni sjálfri fyrir íbúum og þá gefst íbúum hagsmunaaðilum 3 mánuðir til umsagnar friðlýsinguna sem lögð er fram. Að því loknu þá er unnið úr þeim athugasemdum og þá er hægt í rauninni að fara friðlýsa, þannig að það er þó nokkuð eftir af þessari vinnu og við erum svona á bara fyrstu skrefunum þarna. Annar liður var umsókn grænt svæði í Fóstur þar sem var óskað eftir því að taka svæði á Kleppjárnsryggjum fyrir aftan eða ofan byggðina þar í Fóstur. Þar er bara grænt svæði sem mætti nýta betur og gera aðgengilegra fyrir íbúum og fögnum því þegar íbúar sveitarfélagsins vilja taka að sér og gera svona svæði falleg og aðgengileg fyrir okkur hinn. Þetta er mjög skemmtilegt verkefni. En það átti ásagt að afla aðeins frekari gagna og gera síðan drög að umhverfisáætlun með umsækjendum og leggja fyrir fund nefndarinnar að nýju. Þá var það drög að breytinga á lögum vegna innleiðingar á hringrásarhagkerfi sem var lagt fram til kynningar. Þá var það 4. liður, þar var vinnuhópur landsbyldur sem lagði fram fundagerð vinnuhópsins til kynningar og í 5. lagi þá var umhverfisverkefni staða á málum og verkefnum sem eru í gangi. Eitt af þeim málum sem eru voru til umræðu er hreinsunarátak og það er gert ráð fyrir að vorhreinsunarátökin verði í þéttbýli í dreifbýlinu, í þéttbýli á Hvanneyri, á Kleppjárnsryggjum og Varmalandi og Bifröst og það fari fram á tímabilinu 20. til 27. apríl og síðan verði hreinsunarátak í dreifbýlinu. Það fari fram annars vegar 31. maí til 7. júní og 9. til 16. júní og fyrra átakið verður í Bæjarsveit, Brautatungu, Bjarnastöðum, Síðumúla og Lundum og seinna á Lyngbrekku, Lindartungu, Eyrinni við Bjarnadalsá og við Högnastaði, þar sem gámum verði komið fyrir til þess að taka á móti
úrgangi. Fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk. Takk fyrir þetta, Halldór og Lóa. Ég gef orðið laust þessa fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá erum við komin að dagskrárlið 27 og það fundargerð atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar frá fundi nefndarinnar nr. 22 og ætla Magnús Mári Snorrason að fylgja þeirri fundargerð úr hlaði. Gjörðu svo vel, Magnús. Takk fyrir það, forseti og ágæta sveitarstjórn. Fyrsta mál á dagskrá þessa fundar heitir Markaðsmál 2021. Þetta nú liður sem bara fastur á dagskrá nefndarinnar, eðli málsins samkvæmt, og verið að fylgja eftir þeirri markaðsstefnumótun sem sveitarfélagið fór í og svona fara jafnt og þétt í verkefni sem tengjast þessum markaðsmálum hjá okkur. Það var rætt í þessu samhengi kynningarefni fyrir markaðsherferð í vor og sumar, en það stendur til að fara núna og klára að taka myndskot af sveitarfélaginu fyrir sumarið og þannig að hægt verði að nýta bæði fyrir þetta átak sem þarna rætt og bara til framtíðar. Auk þess að fara í samfélagsmiðla herferð þar sem að með ljósmyndum og slagorðunni sem að við höfum verið að nýta okkur, býðuð inn í borgarbyggð. Undir þessum lið var einnig rætt lausar atvinnulóðir, en sem sagt það hefur verið umræða í nefndinni að fara í markaðsátak til þess að auglýsa þær og kynna og það hefur nú verið rætt á þessum fundi heilmikið bæði kortasjána og svo það sem við vorum að samþykkja fyrir á þessum fundi afslátt af gatnagerðargjöldum og þarna var nefndin einmitt að hvetja sveitarstjórn til þess að veita áframhaldandi afslátt af lóðunum svona til þess að ýta undir þetta og gera það vænlegra að kynna þetta fyrir áhugasömum og þá gerir ég ráð fyrir að nefndin sem og aðrir fagni því. Annar liður á dagskrá var samstarfsbeiðni K100 sem útvarpsstöð og þeir hafa verið með verkefni, auglýsingaverkefni þar sem þau fara og svona kynna sér og kynna öðrum staði vítt og breitt landið og taka fyrir ákveðin svæði og gerðu þetta í fyrra og voru með í þessu samstarfi sem vakti svona jákvæða umfjöllun borgarbyggð og nefndin tók jákvætt í þetta erindi og samskiptastjóra var farið að vinna að því. Þriðji liður var svo að vestan og fleiri þættir á vegum N4 en það var sem sagt lagt fram erindi frá sjónvarpsstöðinni N4 þar sem var óskað eftir staðfestingu á því hvort að Borgarbyggð ætlaði að vera með í þáttaröðinni að vestan en við vorum með í þessu í fyrsta skipti síðast og umræður á fundinum voru á þann veg að þessi innslög sem voru Borgarbyggð á þessari sjónvarpsstöð voru mjög vel heppnuð og umræðan var líka einnig það að við þyrftum að nýta þessi innslög, þetta myndefni vel sjálf og kynna. En það var það eitt af markmiðunum með því að fara í þetta samstarf að eignast gott efni mitt svæðið og það var rætt að gera þessu efni góð skil á heimasíðu og samfélagsmiðlum á næstunni og tók svona jákvætt í að áframhaldandi samstarf. Þá var fjórði liður íbúakönnun landshlutana 2020, niðurstöðu fyrir Borgarbyggð og það var lagt fram til kynninga en við höfum fjallað þessa íbúakönnun í byggðarráði hér í sveitarstjórn áður en nefndin þessu máli var vísað til nefndarinnar til kynningar. Fleira var það ekki. Takk fyrir þessa yfirferð, Magnús. Að því sögðu gef ég orðið laust þessa fundargerð atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst því sú fundargerð framlögð. Forseti óskar eftir að fá að leggja fram fundargerð undir lið 28 og 29 saman og biður fundinum að gefa merki ef hann samþykkir. Það samþykkt samhljóða. Þá ætlar Magnús Mári að koma og fylgja úr hlaði fundargerðum fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundum nefndarinnar nr. 196 og 197. Gjörðu svo vel, Magnús.
Takk fyrir það, forseti. Ég byrja þá á því að fara hér yfir fundargerð 196. Fyrsti liður á dagskrá þar var ytra mat leikskólans á Ugluklett, en við höfum nú svo sem líka fjallað það hér áður, enda sáum við ástæðu til þess að fagna mjög þeirri niðurstöðu sem þar kom fram, en á þessum fundi fengum við þess kynningu á ytra mat skýrslunni sem unnin af Menntamálastofnun fyrir Menntamálaráðuneytið, og það bara skýr merki það að það sé mjög faglegt og gott starf sem unnið í Uglukletti og styrkleikarnir margir, og við bara lýsum yfir stolti enn og aftur yfir þessari góðu niðurstöðu, en auðvitað eiga starfsfólk og þeir sem standa skólanum hróskili fyrir þessa flottu niðurstöðu. Auðvitað eru gerðar líka umbóta áætlanir, það er alltaf eitthvað sem þarf að huga að, og það nú þegar farin vinna í gang við að svona gera ákveðnar umbætur sem bent var á. Annar liður er skólastefna 21–25, en við frestuðum því máli þar sem að svona, já, við erum bara í stellingum að undirbúa vinnu við endurskoðun á skólastefnunni, en það búið að ákveða að fræðslunefnd verði í rauninni stýrihópur eða svona þessa endurskoðun, en við fjöllum nánar það síðar. Og þá var lagt fyrir skóladagatal 2021–2022, og það bara eins og venjan og þá höfum við verið að reyna að samræma skipulagsdaga eins mikið og mögulegt en þó ekki alveg víst að ná því 100% saman, en enda geta bara verið alveg eðlileg rök fyrir því að það þurfi stundum að hafa dagana eitthvað ólíka, en þetta hefur gengið vel fram til þessa svona mestu leyti hjá okkur, og það mjög jákvætt. Þá hér fjórði liður sumarlokun leikskóla. Þarna var verið að fjalla erindi leikskólastjóra Borgarbyggðar sem höfðu óskað eftir að lengja sumarlokun á leikskóla Borgarbyggðar viku, en á þessum fundi voru lagðar fram umsagnir foreldraráða sem höfðu bent á það að þetta gæti verið, og sem réttilega að þetta ákveðin skerðing á þjónustu, og umsagnirnar svona voru heldur á þann veginn að foreldrar höfðu áhyggjur af því að þetta væri ekki gott fyrir alla, og svo sem auðvitað eins og nefndin og foreldraráðin sýndu sem engu að síður skilning á þessum aðstæðum skólana, en við náttúrulega fengum hér til umræðu áðan þá tillögu sem kallað tillaga 3 í þessari bókun, sem gekk þá út á það að fara aðra leið eða reyna að bjóða þá upp á þessa 5. viku gjaldfrjálsa sem vorum að samþekkja hér, og vonandi geta komið aðeins til móts við þessi sjónarmið. Þá hér styrkbeiðni vegna landsmóts 50, reyndar svolítið sérkennileg titill á þessum lið, en engu að síður var bara verið að fjalla það að við fengum á sínum tíma styrk til þess að standa að landsmóti 50 plus, og þetta snýst þetta. Það var bara verið að svona kynna það fyrir nefndinni að til stæði að fara í þetta mögulega, það að segja það ennþá möguleiki að dagskrá verði síðsumars þetta ágæta mót, þannig að nefndin var að setja sig bara í steflingar til þess að fylgjast með því. Það allavega talað það núna þegar ég halda það, og við fögnum því bara. Og þá hér 7. liður ábendingum aðbúnaði í íþróttamiðstöðinni í Borgarnesi, en það var bara send til okkar áskorunum að skoða sérstaklega aðbúnað. Það þá körfuboltaspjöld sem til hliðar á íþróttavellinum, sem að svona hafði vakið athygli einhverra notenda að væru ekki í nógu góðu standi, og við komum náttúrulega ábendingum þetta bara í réttan farfi til forstöðumanns, og svo þarf bara að skoða það hvort það þarf að fjárfesta í einhverju nýjum búnaði ef þetta ekki að standast kröfur. Já, það var ekki fleira gert á þessum 197. fundi, en við höfum fengið leyfi til að fjalla
sem sagt 197. fund líka, en hann var boðaður vegna þess að það átti eftir að staðfesta og samþykja í fræðslunefnd þessa tillögu sem að við erum búin að samþykja hér í dag og fjallaði að veita 5. vikuna gjaldfrjálsa í leikskólum, breyting á verklagsreglum og þar sem við erum búin að fara yfir það og búin að samþykja þá ætla ég ekki að fara neitt nánar yfir það hér en svara spurningum ef einhverju eru. Takk fyrir þetta, Magnús. Ég gef orðið laust báðar þessar fundargerðir fræðslunefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og teljast því fundargerðir fræðslunefndar frá fundum nefndarinnar nr. 196 og 197 framlagðar. En kæru fundamenn, þá er dagskrá fundar tæmd. Forseti þakkar starfsmönnum fyrir sitt framlag, sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar og málefnalegar umræður og segir þessum ágæta fundi slitið.